hvað er þetta núna? Er ég farin að panta tíma hjá rakarunum mínum í gegnum eitthvað fyrirtæki sem heitir Núna og þið keyptu það á síðast ári. Vinsalasta appi sá ég einhvers staðar. Segðu mér af hverju keyptu þetta fyrirtæki? Það var einmitt þetta sem vorum að segja vísi, bara með þetta með hvernig við sjáum fjarskipta geiran vera að stækka en á sama tíma eru þetta svona önnur fyrirtæki í virðiskeðinu sem eru kannski að taka stærri hluta af sneiðinni og þá vissulega skrefið sem fjarskiptafyrirtækin taka, það er að dreifa áhættunni, bæta við fleiri tekjustraumum og við sjáum það bara verandi svona þessi sölu og þjónustu og markaðssetningar maskina sem að Síminn að það eru augljóst að bæta við bara fleiri vörum þar og núna er bara eitt spil inn í það. Við höfum þetta verið að gera okkur gildandi í fjártækninni undanfarin ár og núna er fjártæknilausn í grunninn. Var bara komið með léttkort frá ykkur þá eða hvað? Eða greiðslukort? Já, kreditkort Símans. Hvað eru margir með það í dag? Það eru að mér minni kringum 10.000 manns. Já, þannig að þið eru sími, þið eru sjónvarp, þið eru að selja úr og vörur og hvaðina. Þið eru orðnið nýtið ykkur og þið eru náttúrulega að senda reikningar líka út til ykkar viðskiptavina. Þannig að þið eru þá vantilega að nýta það greiðslukerfi sem er fyrir hendi, er það ekki það? Jú, þetta er nefnilega þannig að við erum með svo sterka innvið, rekstralega innvið. Þú veist, við höfum selt í raun þessa, farsíma, sendana og slíkt og ljósleðara kerfi hjá Mílu. Þið eigi viðskiptavinnina og greiðslumiðlunina. Það er þannig, við eigum mjög tryggan hóp viðskiptavinna, stóran hóp, bæði á einstaklings- og fyrirtækjamarkaði. Við eigum eitt af verðmætustu vörumerkjunum á Íslandi og við eigum öll þessi kerfi, þessi viðskiptakerfi og þessi ferla sem eru búin að byggjast upp í hugsið ykkur 119 ár. Já. Þannig að það er algjörlega augljóst að þú verður einmitt að bæta við vörum og nýta vélina og þarna kemur einmitt eins og þetta með Núna